Hefur súrt tap hérna niðurstaðan, hvernig er svona bara fyrstu tilfinningar eftir leikinn? Við erum bara svekktir held ég fyrst og fremst að fá ekki meira út úr þessu. Þetta var bara hörku leikur og menn lögðu mikið í þetta, þannig að mér fannst við menn vinna fyrir einhver aðeins meira, þannig að það er svekkjandi. Mikið högg að fá þetta mark hérna í lokin þegar leikunum virtist bara svona einhvern veginn vera að fjara út. Já, þú veist, þeir voru búin að eiga svona þunga sóknarkafla aðeins þarna á undan og þannig að það er svo sem, og á móti voru við líka að fá stöður, en auðvitað bara mjög svekkjandi. Ég held að engin sátt þetta mark eða nokkuð í kringu það, þannig að svona þetta, bara fjall þarna megin í þetta skipti og við höldum bara áfram. Sérðu eitthvað sem þið getið gert betur í þessu sigurmarki hjá Blik? Já, það blokka skotið, við getum nær manni, bara alls konar, bara, en það er ekki bara þetta, það er svona 300 moment sem maður getur tekið og reynt í og gert betur, þannig að, og margt sem við gerum vel, þannig að bara eins og allir leikir, þannig að við skoðum þetta mark og bara allt annað í leiknum eftir 2 daga. Og svona lætið eftir markið og einhver gult spjald á bekknum, hvað svona gerist þar? Ég nenni ekki að vera að tala þú veist, ætla ekki að tala um dómgæslu, þú veist, það er bara, ég held að það sem gerist á undan kringum Emil dæmið sér bara sjálft. Ákveðin leiknum, var mikil ákveði leiknum, svona mikil svona harka, skemmtilegu leikur að horfa vantanlega fyrir áhorfendur í stúkunni. Ég held að bara frábær fótboltaleikur sem er bara geggjað og bæði pressu stíft, þannig að þú veist, eðlilega þá sástu mikið af löngum boltum frá báðum liðum, það sem að voru kannski færri möguleikar í að spila. Ég hefði samt, við hefðum getað að spila betur í fyrri, spila meira, verið hreyfanlegri og fengi bolta meira, þannig að þeir svona tóku aðeins svo mikið yfir seinni hluta fyrri hálfleiks. En bara frábær fótboltaleikur og ég held að flestir hafi nú bara haft gaman af. Mattíðan á Kópavogsvöll, þau voru ekkert að pakka í vörn, svona kerfið sem var að spila í byrjun svona 3 manna hafsendaliðanna voru mjög sóttar við ykkar leik. Já, við bara komum all in og það er bara skemmtilegt. Það var svona lítill taktur í okkur fyrst 2 leikjunum, ekkert frábæri leikir, en það er svona aðeins að koma núna og núna byrjuðum við bara að byggja ofan á þennan og síðasta leik í bikarnum. Það er svona töluvert betri leikir en fyrstu 2, þannig að ég held að bara ánægð með hvernig liðið kom inn, við komum aggressíft, bæði bara í uppleggi og inn á vellinum, mjög ánægð með liðið. Óli Valur, mikill kraftur í honum í Blikalínum, var skrítið að mæta honum? Nei, við mættum honum vetur og bara ekkert öðruvísi, hann bara frábær leikmaður og við vissum alltaf að hann myndi fara mikið fyrir honum og gameplanin þeirra er oft voða mikið bara að spila út á hann og svo hann að sjá hann rest og við vissum það, þannig að við ákváðum að vera ekkert að setja ykkur 2-3 í kringu það, bara ákváðum að láta mannin díla við það og Baldur gera það frábærlega, en við vissum líka að hann myndi alltaf fara fram hjá honum með einhver skipti, og næstu menn bara tóku vel á því og þurfti að vera klárir og bara hafa vel gert. Góður leikur hjá Óla og góður leikur hjá okkur á móti. Fyrst að tapir núna í deildinni, bara hvernig lagst framhaldið þig? Mjög vel, mér finnst að koma smá rytmi í okkur og bara spenntur fyrir næsta leik. Þetta er gangu vel.